Já, góðan daginn, skákmeistarar. Ég ætla að fara hérna yfir svona það nýjasta í Evanskapit. Nú, ég teldi nú sjálfur Evanskapit svona í kringum árið 2000, svona 97-2000. Teldi að meðal annars á einu Ólympíuskákmóti, á móti Sasi Kíran frá Indlandi, en já, ég hef nú ekki telt það mikið síðan. Og ég ætla að fara hérna aðalega yfir tvær leiðir, biskup A5 sem er aðaleiðin og biskup E7 sem er mitt Sasi Kíran teldi á móti mér. Og það er líka til hérna biskup B6, en ég ætla ekki að fara yfir það núna. Og biskup dripur B4, C3, svona minor options eins og biskup D6 er ekki góðir. Það kemur D4 og við tökum yfir miðborðið, til dæmis svona. Hrókur einar einn, teflum bara stöðuna, þú sem peð undir. Svartur er með veikleika, slæma, biskupinni slæmir. Segir hrókur E8, það hefur alltaf rittari G5 og F4 trykkið. Og það má aldrei drepa út af E5. Þannig að svartur leikur H6 til að koma við fyrir rittari G5, rittari D2, drótning B3, fáum drótningun á E7. Þannig að nú kemst biskupinn ekki F8 eins og svartur vildi. Og eftir A4 þá er hvítur með töluvert betri stöðu, til dæmis svona. Og það er stórt vandamál hérna á E5 hjá svörtum. Þannig að biskup D6 er ekki góður leikur. Og næst er biskup E7 sem er ágætisleikur að mínum mati. Og einmitt það sem Sasi Kíran gerði á móti mér. Nú D4 og þá er þetta A5 mainline. Nú hefði hann bara D4, kemur drótning B3, hótar á F7, D5, ja, og hér er svartur að koma sér út úr þessu, en þetta er einfallega bara betra hvítt, svarti kongur er veikur og hann er bara hóttur upp á A5. Nú er þetta A5 önnu tilraun og vandamanlega á svörtum er veikari kongur. Þetta er aðeins betra hvítan líka. Nú D6, B3, það er alltaf F7 reyturinn sem veikur í Evanskapitnum. Til dæmis svona. Og þetta er líka betra hvítan. Bara pössum okkur að skipta ekki búið drótningum. Þannig að rittari A5 er mainline. Og Kasparov líka hérna biskup E2 á móti aðnandum árið, ef mann rétt. Og það var einhver hugmynd hérna. Þetta var eitthvað með svona reyna að rifja þetta upp í hausnum, ef mann rétt, og Kasparov vann í mótelskák. En Sasi Kíran teldi mitt D5 á móti mér og vann með nokkuð örugglega. Ég veit svo sem ekki alveg hvernig það stendur, sko. Biskup F6 getur vel verið að þetta sé alveg teflanast og hvítt. Ég hef ekki skoðað þetta svo lengi, sko. Það er vantarlega T-dripur E4 og eitthvað svona. En ég ætla að mæla með öðru systemi. Ég ætla að mæla með biskup D3, fara með hann styttra. Það er svona modernized Evanskapitur, sem mann segja. Og D6 er bestur. Og E-dripur D4, þá teflist það svona. Við erum langt undan í liðskipan. Og hér erum við ekkert að hirða peða á C7, leikum bara hókur E1, hótum hókur E5.
og öll spjót standa á svörtum hérna og þessi lína endar svona, við náum peðið tilbaka, biskup eina 7, hótum á B7 og C7 og svo leikum við hrókur A E1 líklega næst og við erum bara með betri stöðu. En þá það D6 sem stóra línan og ég lá aðeins yfir þessu svona þess að menn gera rétt fyrir jólin. Nú D-drepur E5, D-drepur, náum peðið tilbaka og rittarinn á A5 glataður kall í augnablikinu en á móti kemur að hvít peðin dálítið veik. Rittar F6, hrókiring, dróning C2. Ef við ættum leik þá myndum við hugsanlega leika bara rittar F3 og hóta í F5. Nú C5 algengast. Rittar D2. Ég tel dróning D6 reyndi að vera langbesta leikin, ég sýni það eftir betur. C5 getur svona rittar D2, F4, ná má getis miðborðið hérna, rittar D3, C4, biskup 1 og 2, rittar C6, þetta eitthvað sem ég skoðaði og hérna mjög spennandi lína E5, þetta hefur náttúrulega aldrei telst, þannig að biskup D2 ætlaði að mæla með B5, þetta bara svona 12 leikirnir og hérna held ég að F5 sé svolítið spennandi option fyrir þá sem á að laumast út þetta og ef það drepa á C4 þá myndi ég halda að þetta verið einfaldlaust bara drepa hrókur E1 og biskup B3 og við erum með biskupparið og svartur með veikleika. Ég veist að skoða þessi margt áður en ég komst að þessari niðurstöðu þannig að það má treysta þessu. Biskup D7 getur verið best. F6 þetta svona það sem fólk ætti að skoða eða vil tefla eitthvað og hérna finnst mér dálítið spennandi að leika þetta í G5, ég veit ekki alveg hvað að gerast í þessu. G6, dróning 1-4, dróning B5, dróning H4, þetta dálítið þvinga alls saman. Nú hann drepur F6, drömmur hrók, H5, þetta gríðilega flókið allt saman en sýnist svartur verið í vandræðum hérna sko. Spilum við H5, hrókur A1, biskup F5. Svona í praktík þetta allavega mjög erfitt á svartan þannig að ég er nokkuð stoltur að fundið henni F5 leik, það alls ekki það sem 12 mæli með, hún mæli með rittari D6. F5 svona þetta sé svona mannlegri nálgun. Nú svartu getur hugsanlega drepið piði og þá heldur bara skákin áfram, það að drepa á F6 og leika rittari E3 eða leika rittari D6. Við erum peð undir en biskupar og ég veit ekki, hrókur A1 eða eitthvað svoleiðis, ágætis compensation held ég og rittarinn getur verið á D4 ef rittarinn og CSS fyrir burtu eða eitthvað. Þetta allavega svona mín hugmynd í þessu. C5 algengast en nú biskup D6 annað, rittar F3 hvað að segja, segjum biskup G4 getur til svona þetta D7 góður leikur, E5
biskup 1-4, svarti kóngurinn aðeins veikari. Segjum eitthvað svona, þetta verður líka mjög flókið sko, ég get alveg kláraði hvernig þessi stað er, kóngur 1-3, þetta er eitthvað sem ég skoðaði, þetta er ekki gott. Biskup G6, fyrir þetta eitthvað svona endatöfl, líklega jöfnstaða, ég myndi nú samt sennilega velja hvítan frekar. Skulum baka. Já, ég skoðaði einhverja grein þar sem mælt var með drottning DS6 að leika F4. Ég er kannski ekki alveg sammála því eftir að skoða þetta nánar. Svartur leikur hrókur D8, biskup 1-2, B6 og í greinin stóð bara já, hvítur leikur hrókur A1, biskup F3 með þægileg stöðu, en sýnist þetta dróning E6 sko, þá sé það ekki alveg þannig. Náttúrulega ef hann leikur C5 þá er hrókur A, þá er ýmsir leikir hrókur A1 þetta mjög solid, biskup F3 jafnvel eitthvað svona flipsturla eins og G4, það geti alveg komið til greina. Ja, það þarf að svara spurningunni dróning E6 sko, ég er ekki alveg fann ekkert sérstætt framhald fyrir hvítan hérna því miður. Það er svolítið veikt peð á E4, þannig að þetta er ágætlega fyrir svartan. Hvítur leikur F4, ég heldur verðum að leika þetta F3 hérna, hótum E5 með þetta og ef þetta er G4 þá teflum þetta svona, þetta er aðeins betra hvítan. Skoða þetta eitthvað eins og biskuparið og öðru lítið heads. Nú hrókur D8, betri leikur. Biskup 1-2, líklega best. Já, ég veit ekki hvað skal segja um þetta. Ef maður setur þetta í tölvufórið þá segir hún bara 0,22 á 26 á hvítan. Þetta er líklega það besta sem við fáum úr þessu. Þetta er D2, hvað segja, B6 hrókur 1-1 eða eitthvað. Biskup B7 H3, líklega biskup D3. Hérna er ykkur lína, dróning D7 og svo biskup F1, kannski smá fínisa. Já, töfla metur þetta 0,4 á hvítan til dæmis. H3 næst, biskup B2, hrókur A1 og svo framvegis. Þannig að þetta er svona mjög athyglisvert dæmi sko. Já, mér langaði aðeins að sína þetta, en þá förum við næst yfir hérna biskup A5 sem er algengast. Já, það var áfram veginn og biskup B4, C3, biskup A5, nú D4 og ég ætla að byrja á E-drepi D4, svo fer ég yfir D6 sem er svona the ultimate mainline. E-drepi D4, drottning B3 ætla að mæla með, það er svona krefjandi framhald fyrir svartan og það verður að gera eitthvað við hótun og F7. Og byrjum á drottning F6, það kemur hrókering, segjum D3, það er alltaf, það er alveg sama hvað svartur gerir, við erum alltaf að stefna að leika E5 og biskup A3 og svo framvegis. Og D3 meikar alveg sens, E5, drottning
ef drótning G6 þá er hrókur D1 góðleikur og rittari D2 og þetta er orðið tölvöld betra á hvítan. Það er bara biskup A3 að koma og rittari C4. Ef biskup B6 þá held ég að biskup A3 eða rittari C4 kannski komum við fyrir allt svona. Það er alveg þung pressa á svörstum hérna. Það baka og drótning F5. Það er bara sama, hrókur D1. Rittari tilbúið E5, hrókur E1. Það var biskup G5 bara búið síns mér. Eins er þetta skáka bara á A4 af biskupinn líklega. Drótning F6 er ekki góður leikur. Drótning 1-7. Hrókering. Það snýst allt snögga leiðskipan og gera karlan eins virka og hægt er fljótt. Það sem hvítur er búin að fórna 2 byggðum. Segjum rittari F6. Þá kemur C-tröpu D4. Rittari tröpu E4, biskup A3. Og ef D6 þá bara D5. Og hérna biskupinn er alltaf að falla sko á A5. Þannig að rittari D6, rittari C3, hrókering, hrókur A1. Sjáum hvað svörstu kallarnir standa allir klunnalega einhvern veginn. Svona klaufalegt eitthvað. Og drótning D8 er einleikurinn, biskup drepur F7 sem er flottur leikur. Það má ekki drepa með hrók. Rittari G5 bara búið. Kongur H8, rittari 1-4. Já, ég myndi allavega að gefa hann 1 upprópunumerki. Drepið á einum, fórn og skiptamun. Super attack. Segjum D5, rittari D6. Við sjáum biskupinn á C8 og hrókurinn á A8. Mjög slæmi kallar. Og ef við fáum rittari á G6 þá er það bara mát í næsta H3. Drótning F6, það er bara sína besta framhaldið. Rittari E5, ótum rittari G6 skák. Teflir svona, það verður að fórna hérna. Svartur með hrók og 2 kalla fyrir drótningu en kallarnir vinna ekki saman og svarta staðan svolítið klaufaleg. Og rittari D8, drótning D6, kongur G8. Þetta er eitthvað sem ég skoðaði, hrókur 1-8. Þetta er svona skásta leiðin fyrir svartan. Og skák á F5, rittari F7 og G4 held ég sé. Leiði bara til þess að hvítur sé með aðeins betri stöðu. Svartur var ennþá eftir að koma biskupinn á C8 í spilið. Og hvítur er komið 1 peð og ef hann leikur hrókur C6 þá getur við hugsanlega fangað annað peð. Já. Það bakka. Þannig að þetta er stór hættulegt fyrir svartan. Biskup B6 er önnur tilraun, C-tripur. Og það er með rittar á D4, þá bara drepið, rittar C3, biskup A3, D6 og D1. Og það er alltaf E5 hérna vandamálið hjá svörstum, segjum hrókering, hrókur F1, hvítur er ansi virka kalla, rittar G4, það geti telt svona, E5, og drótning D3 og hvítur með fína bætur fyrir peðið sko. Hrókur C1 getur verið að koma og við verum að halda rittarinn slæm á H6 og ætla endatöflur mjög þægilega á hvítan þó þessi peð undir. Drótning E5 er annleikur, drótning C1, hrókering, biskup B2, segjum drótning E7, þá kemur bara E5,
má dreipa hérna. Rittari 1-8, þetta nú hansi svona passíft á svartan. Það var biskup B3 fýll leikur og við erum með bullandi compensation, þó sem 2 beðmyndir. Hvað að segja, rókur E8 og geti rókur D3 verið leikur og við erum með mikla sóknarstöðu. Þetta stór hættuleg staða. Og rittari A5, dróning D3, við missum vissulega biskupinn en við erum með miðborðið og biskup A3. Já, þetta bara ansi góð staða á hvítan held ég. D6 segjum það, ég veit ekki, A4, C6. Spennum með A5 eða rittari C3, ég veit ekki hvað betri. Eitthvað svona. Við erum með gott rými og svartur langt á eftir liðskipan, þannig að þetta er svona drauma efanskamp í staðan held ég. Já, þannig að ég held að E-dreipur D4 sé ekki til útflutnings, þannig að næst verður við D6. Já, á lokum er það D6. Það er dróning B3 og dróning D7. Það er ekki gott að leika dróning E7, þá kemur alltaf D5. Þetta er svona. Það er reyndar aðeins að passa sig að við erum ekki að skáka kallina, það hangir á E4. Líklega bara best að rókera. Já, það er það teflita ýmsa vegu hérna, það er það skák á B5. Til dæmis svona og hangir á B7. Dróning D7 er mainline. Rókering, biskup B6 er aðleikurinn, segjum þetta er F6. Það er bara drepið á róku D1. Biskup B6, þetta er D2. Og ég tók eftir ég var aðeins að skoða þetta að strákarnir frá úrsebyggistunna hafa verið svolítið að tefla í hraðskák og atskákmótum með hvítu. Efaskapitinn á þessa leið. Nú eins og venjulega er það bara leið fyrir lið. Nú rittari A5 er aðaleikurinn, segjum E-dreipur D4. Það dreipur tilbaka og ef hann heyrði peðið, það er allt of hættulegt að mínum mati. Svarti kóngurinn er svolítið opinn hérna. Rittari G4, það er bara E-dreipur D6 til dæmis, biskup A3, róku D1, hvít stendur vel hérna. Þannig að ég myndi ekki mæla með því að fara að geta þetta peð á D4. Nú rittari A5, dróning C3. Segjum rittari F6, þá er rókur E1. Svartu verður að rókera þetta. A4, sem er svona standardleikur í þessu. Dróning D8 til að fría biskupinn á C8. Biskup A2. Við erum haldið biskupinn og spurjum svartan hvað rittarinn á A5 sé að gera og það er svona dálítið sóknast á hvítan, H3, A5, biskup B1. Það minnir dálítið á stöður í spænska leiknum. Rittari B4 til dæmis. Þá geti rittari C4 komið til greina eða biskup B2 og við erum með svona sóknastöðu. Einhvern tímann í framtíðinni getur hókurinn komið á A3 og farið hérna yfir kannski. Kannski að rittari C4 sé bestur hérna. Með gruna það. Skulum baka.
Nú F6 gæti komið til greina, hefur aldrei telst. Hugmyndin riddari A5 eftir biskupdröp G8. En það líklega best að leika A4. Þá kemur bara A5 hérna. Biskup A2, hrókur 1-1. Svo tefluðu þetta bara svona positional þó sem peðundir. Svörtu karlarnir standi ekki mjög vel. En F6 ekkert allslæmur leikur síns mér. Þó hann líti asnal út. En það riddari A5. Dronning C2. Nú lið fyrir lið. Dronning 1-7. Biskup A3, F6. Biskup B5 skák. C6, biskup D3. C4 góðleikur. Pressum strax. Biskup B4, pressum og riddaran á A5. Já, hrókur B1, dronning C3. Og riddaran eins og hálfur út hól hérna á A5. Nú biskup D7, hrókur FB1. Biskup D3, segjum það. Já, það ýmsir möguleikar hérna, riddari F1, riddari E3. Jafnvel D5 þó hann virki skrítinn, möguleiki. Tökur náttúrulega reitina riddaranum A5. Biskup C1 eða það eiginlega bara, maður það bara að velja. Nú riddari C4, riddari C4. E3 D4. Hvítur með miðborðið. A4, C6, hótuðum A5, biskup A3. Hrókur 1-1 upprópunumerki og þetta mjög fín stað á hvítan. Ég held að besta línan sé eitthvað sem ekki telt neitt sko. Þetta C6 og þetta eitthvað sem ég skoðaði. Riddari F6, dronning G3. Mér sýnst þetta leiða hugsanlega bara til jafntefli sko. Og þráleikur. Hérna verður bara að vona svartur sér þrjóskur og leiki kongur F7. Þá kemur F4. Þetta unnið á hvítan. En það enginn að leika dronning C6. En þetta ágætis leikur held ég. Spurning hvort það sé þetta finna eitthvað í þessu fyrir áhugasama. En þetta nú svona bara þess að helstu leiðir í efanskambit og mætti segja þetta var svona short and sweet. Svona koma fólk að bræðið hvernig á tefla. Takk fyrir.